Velkomin í fyrsta podcast-þáttinn hjá Vatnsnes Jarn. Ég heiti Kristín og litarinn í Vatnsnes. Þessir podcast-þættir eiga að vera garn, no surprise þar, og prjón. Það er það sem ég geri í handavinnu, ég prjóna, eins og svo fjölmargir aðrir. Hið típiska verk í vinnslu, kláruverkefni og svo hvað verður á döfinni hjá Vatnsnes Jarn. Ef það er eitthvað nýtt í sjoppunni og svona ef ég kem því við að koma með eitthvað fróðleik garn yfir höfuð. Kannski ég segi aðeins frá sjálfur mér svona í fyrsta þætti. Ég heiti sem sagt Kristín og hef það atvinnu að handlita garn ásamt fleiru. Ég er líka menntaður VF-hönnuður og hef starfað sem slíkur síðustu 12 árin og ég bý hérna á Hvammstanga í Húnaþingi vestra. Við fluttum hingað fyrir 2 og að verða hálfu ári síðan frá Danmörku þar sem við vorum búin að vera í 10 ár og ég byrjaði að handlita garnið seint árið 2016 og að því ég vissi snemma árið 2017 að við myndum flytja mitt árið heim þá ákvað ég með mér að ég myndi opna vefverslun þegar við vorum komin sem ég síðan gerði 1. ágúst 2017. Þannig að sjoppan er rétt rúmlega 2 ára og bara búið að vera virkilega skemmtilegt ferli, búin að kynnast alveg ótrúlega mikið af fólki sem er svakalega gott fyrir einyrkja eins og mig að fá að komast í tæri við fólk. Ég vissum að þeir sem að starfa sjálfstætt og eru bara einir í vinnunni allan daginn tengja við þetta en já, og svona partur af þeirri ákvörðun að gera YouTube þætti er að vera líka með í því samfélagi. Ég sjálf horfi mjög mikið á podcast. Netflix hefur svona eiginlega fengið að víkja pínlítið. Mér finnst mjög gaman að heyra af bara einu hversdagslega í hinu venjulega lífi fólks. Út í bæ og út í heimi. Langar svona til að vera með í því. Já, ég bara byrja ekki á fyrsta hluta þessa þáttar sem eru verk í vinnslu, sem eru mörg þessa dagana. Og fyrir þennan fyrsta þátt ákvað ég að draga bara allt fram. Það vill svo til samt að ég er nýbúin að taka til í hrúgunni og taka úr. Ég var með, ótal mörg verkefni sem að ég var ekkert að fara að klára. Bara eitthvað svona byrjun á einhverju, engin uppskrift með í pokanum, engar upplýsingar og bara prjónnin upptekin síðan 1700 og súrkál og sem ég ákvað að í raun og reykja bara upp og fara með eitthvað annað. Nota pokan. Ég er satt með fjölmörg verkefni í vinnslu. Ég er ekki með eitt einasta klár. Ekki klár sem ég hef klárað Ég meina húfu sem ég ætla að sýna þar á eftir. Sem að systir mín prjónaði. Þannig að ég get ekki státað sjálf af því að hafa klárað eitt einasta verkefni. En stendur þetta til bóta. Hér er ég með Hermione sokkana sem voru samprjón í einslétt innbröðin hópnum á Facebook. Ég er mjög hrifin af þessum sokkum, mér finnst þeim bara virkilega flottir og auðprjónaðir og bara einhvern veginn settir. Finnst það góður garðaprjónskanturinn. Það er sem sagt nokkra líkjur á garðaprjóni upp við hælinn. Mér finnst það eyða svolítið út, allavega þegar ég hef verið að prjóna sokka sem ég hef ekki gert neitt aðeinslega mikið af. Það var alltaf komið svona svakalega stóra líkjur sem hefur verið að taka upp við hælinn. Mér finnst það bara útrýma því vandamáli algjörlega, kemur vel út. Þeir eru sem sagt prjónaðir úr BFL nælon sokkagarninu frá mér í litum silfra. Ég ákvað að ég vildi ekki hafa sem sagt mismunandi lit á hæl og stroffi og tá sem er ekki búið að loka ennþá. Ég vona að mér takist að klára það fyrir næsta þátt af því að ég vil hafa allavega 1 klár. Ég vil fá 1 prikk í kladdann, í það minnsta. En ég man ekki eftir að hafa gert svona kitchen stitch, þannig að ég þarf eiginlega að fletta því upp einhvers staðar og finna út í hvernig maður gerir það. Sem sagt, BFL nælon sokk, liturinn silfra og Hermione sokka uppskriftin. Hún er gratis eða frí á Ravelry. Ég reif þetta af prjónunum vegna þess að mér lá svo á að setja næstu sokka á prjónuna. Af því að
það bara mjög þægilegt að hafa prjóna, sokka á prjóninum, svona, þú veist, sem verkefni sem þarf ekki að hugsa allt of mikið um. En þessa sokka ég að prjóna á 6 ára dóttur mína. Og nú kannt þú að vera alveg bara á 6 ára, af því að þetta lítur út fyrir að vera geðveikt lítið, sko. Þetta bara á stærð við leggöng, en það opnast líka mjög vel. Þetta ég búin að máta þetta á hana, þetta passar alveg. Og þetta úr garni frá Hexax Dyeworks sem keypti ég í gaddgöngunni hjá Eddu, í gaddbúð Eddu. Sjálfmyndstrandi gadd 75-25 merino nylon. Hvar þetta líka sama blanda nema BFL, Breskull, Blueface Leicester ullin. Þetta merino nylon 75-25. Sjálfmynstrandi gadd frá Hexax og ég að gera eftir á hælinn. Afterthought heel. Ég bara ekki nógu vel að mér í íslensku prjónamáli til að geta sagt hvað þessi hæll heitir ef hann þá hefur nafn á íslensku. Ég þú veist, læri yfirleitt allt sem í prjóni á ensku yfir YouTube. Þannig að því miður ég bara frekar fátæk af íslenskum orðum yfir prjónaskapinn, eða í prjónaskapinn. En það sem sagt mitt plan með hælinn fyrir þetta. Ég búin að vera að íhuga kannski að hafa hann í öðrum lit, en síðan ekki viss. Þessir sokkar í verkefnapoka sem ég keypti mig líka á gaddgöngunni. Þegar dagurinn var búinn þá hékk hann þarna og kallaði á mig. Þetta handteiknað af henni Eddu. Mér finnst þessu pókur geggjaður, sko. Ég á annan. Í honum annað sokkaverkefni. Þessi var reyndar gerður bara fyrir mig. Hún teiknaði logoið mitt og jarðarberin sem ég að rækta í skrúðvangi. Þetta ég og með hespurnar. Bæði upp rúllaðar og ekki. Mér finnst það æðislegt. Mjög hentugt starf fyrir sokka. Og í þessu sem sagt þá 3. sokkarnir sem ég með á prjónunum þessa dagana. Ég að prjóna það úr mínihespu setti sem ég hafði litað fyrir sem part af Pride litunum sem ég gerði fyrir árið ár. Ég ger alltaf Pride lit og í ár þá ákveði ég að það ekki allir eins Pride litirnir. Venjulega hef ég gert bara einn lit og litað henni í litlu upplagi, eða limited og litað henni í takmörkuðu upplagi og svo selt hann sem Pride 2017, Pride 2018 og svo Pride 2019. Það voru hespur sem voru allir með sömu litunum í, svona skærum regnbogalitum, nema það voru til dæmis gul, bleik, appelsínugul, græn, gul, blá. Þær fóru fyrst sem voru með öllum litunum í, þær voru geggjaflottar. Það í þessu líka svona silfurþráður og Lurex silfurþráður. Og ég held ég í eitthvað þrjár á hvorum þessum Ég eftir að setja þær upp ef einhver vill, hefur áhuga á því. En það var mjög flott, sko. Ég er búin að sjá húur, meðal annars gaddgönguhúfuna sem eru prjónar og það svona sirka eitthvað dökkur litur og svo kom með í munstrið þessi það kom mjög vel út, það var mjög skemmtilegt. Og sem sagt þessar mínihespur sem ég að prjóna sokkin úr, þær voru líka í þessum skæru litum. Sem sagt grænn, appelsínugulur, gulur, túrkísblár og bleikur. Það hífið upp úr pokanum. Þessi Og svo í sokkana ég að bæta við fjólubláan lit. Hann heitir Pop og þetta gadd frá mér, sokkagadd sem 80-20 merino nylon. Það í svokölluðum high twist snúningi. Þannig að sem á að gera verkum að gaddinu verður sterkari fyrir sokka og á minni líkur á það þófni. Af því að í þessum high twist, svona hörðum snúningi. Eða hörðum snúningi, bara meira snúið heldur en almennt.
almennt gagn eða almennt séð, venjulegt. 3 sokkar já, sem að ég vonandi mun klára. Og svo ég með lítinn barnakjól sem að prjónaður úr True Merino garninu mínu, fingering grófleikanum og litnum, hvað heitir þetta, draumahöllin. Það sem að þetta sem sagt, þetta því að segja norskur barnakjóll, þetta ég heldur bara kallaði norski kjóllinn eða eitthvað svoleiðis, þetta frí uppskrift. Mér minnir endilega hafa sótt hana á vefinn hjá Handelskunst og fellega sætur kjóll. Ég semst búin með pilsið og komin búin að skipta eða þú veist, komin með ermarnar. Ég held að mér minnir endilega að séu bara svona stuttar ermar. Og það sorglega lítið eftir. Og sorglega lítið eftir að gatni. Ég nefnilega finn ekki hina hespuna og ég alveg handið sem ég hafi verið með 2 sko. En ég eitthvað að reyna að möndla með mér hvað ég geri ef að það passar ekki, hvort ég að fara niður að pilsinu og breyta þá lit. Eða hvort ég reyna að dríja með því að fara niður til að gera þetta öðruvísi og svo smekkin eða berustykkið í þessum aftur. Það ekki alveg viss. En já, kjóllinn í stærðinni 1 til 2 ára, þannig að ég veit ekki hvort ég ætti að fara að búa mér til einhvern ömmukistil og byrja strax að prjóna á barnabörn. Ég ekki að bíða eftir þeim samt. Ég nýkomin upp úr að ég vera með lítil börn. Ef það alveg svo þá ég algjörlega tilbúin til að vera ekki með lítil börn. Enga síður, þá barnasokkur. Þennan prjónaði systir mín fyrir mig og ég ætlaði að fara með á handelshátíðina á Hrafnagili. Svo var bara sumrin hjá okkur mjög busy. Aðalega vegna þess að við erum með skrúðvang, gróðurhús og þar bara massíf uppskera og mikið að gera akkurat á þessum tíma. Og svo þegar ég hef ákveðið að taka þátt í Hrafnagili þá var það líka, og gatgöngun og svona, þá var það bara líka mjög mikið að gera í litagat. En ég á eftir að gera hinn hælinn á þessa sæti sokka. Þeir eru líka prjónaðir úr True Merino. True Merino úr litnum Town Fair, svona ljós grænn, sætur og mildur litur. Þeir líka í barnakístilinn. Hann samt ekki alveg runnin til. Svo ég með í poka sem að ég fekk utan á hveiti út í Danmörku. Fór í búðina einhvern daginn og sá þessa ógeðslega flottu poka, enda hentar hann alveg stjörnuvel undir svona lítilverkefni. Í þessum poka löng handstúka, handvermir, handhlíf, legghlíf, handhlíf. Allavega þetta stykki eitthvað sem ég ætlaði að gefa hljómsveitarstjóranum mínum þetta. Ég spilaði með bandi úti, ég spilaði þverflautu og var að spila með bandi og hún var með svona, hún var ábyggilega verið með carpal tunnel eða eitthvað, allavega einhver svona vesen í úlnlið og vesen í olnboganum og var alltaf í einhverju svona til að halda hita sko. Og eftir ég vissi að við myndum flytja heim þá langaði mig að prjóna þetta fyrir hana en svo kláraði ég það ekki. Mér finnst það geggjafallegt. Ég auðvitað búin að tína uppskriftinni og ég held að ég hafi rakið upp. Það lítur svolítið þannig út. Hinn svona, ef ég hef verið byrjuð á honum eða eitthvað þannig. Man ekki alveg hver sagan en þetta sem sagt leysgat sem prjónað tvöfalt. Þetta gat sem ég var að prófa einhvern tímann, það ég keypt inn og prófaði að lita, þetta Olive liturinn. Það ég keypt það inn og það heitir Angel Lace. Ég hef líka verið með Angel DK og svona stundum að íhuga hvort ég að taka inn Angel Fingering. En þetta algjört lúxusgat, þannig að það rándýrt. Þessum Good Karma póka sem ég hef sennilega keypt eitthvað jógurt í einnig hálft sjal
sem að ég búin að taka af prjóninum sko. Ekki alveg viss hvað hvað ég ætlaði mér með það síðan, en þetta er að sýna þér litin. Þetta er All We Need Is Love. Ljósblár. Það sést eiginlega varla en það er ljós, navy-blár undirtónn. Og síðan bleikar speklur og svona náttúrugreinar eða svona forestgreinar einhverjar. Ok, sem sagt. Eitt af þessum ókláruðu verkefnum, og ég ábyggilega aldrei eftir að klára þetta sjálf, ég veit ekki alveg hvað ég gerir með það. Kannski ég reki þetta upp og nota garnið í eitthvað annað. Ég er nefnilega annað svona sjálf. Ég er vissi ekki búin að rífa það af prjónunum, en ég fór til Budapest í byrjun árs. Ég er nefnilega með annað sjálf sem ég er ekki búin að rífa af prjónunum, en ég er búin að taka upphaflega prjónin og setja einhver pingu lítil prjón á það. Þetta er bara eitthvað sjálf sem að ég man ekki einu sinni hvaða uppskrift ég var að nota og ég var aðeins á ferðalagi ákvað að taka eitthvað svona, þú veist, auðvelt með. Og þetta er sem sagt litir úr aðventudagatalinu í fyrra. Ég sem sagt gerði aðventudagatal í fyrra í fyrsta skipti og þetta er allt BFL ull sem að var sem sagt í dagatalinu í fyrra. Og eru allt litir sem sagt nema þessi fjólublái. Ég segi ég er mjög mikið fyrir að bæta þessum fjólubláu við, bæði þetta og sokkanaðan. Og eru allt litir sem að voru bara svona one of a kind eða svoleiðis. Þessi líkist reyndar mjög mikið stjörnuríki þegar maður er búinn að prjóna hann upp, en þetta er ekki það samt. Það er eitthvað svona flúff í þessu sjali, eitthvað svona, þú veist, rúlla eða þú setja garnið upp á prjónin 5 sinnum og prjóna svo í gegn. Það var svo svakalega seinlegt að ég var alveg bara búin að missa þolinmæðina á degi 1 sko. Og ég veit heldur ekki almennilega hvað ég kem til með, hvort ég kem til með að klára, þú veist þetta. Þessi er svolítið góður litur. Býst ekki við því. Af því ég fekk kast á nætur um daginn og hendi upp á prjónin bara alveg hellinga verkefnum. Yfirleitt ekki það sem ég geri. Ég er yfirleitt bæði lengi að prjóna, hef ekkert endalausan tíma til þess og er yfirleitt alltaf bara með eitthvað eitt verkefni í gangi. En þú veist, hvað gerðist? Ég veit það ekki. Svo er ég svolítið að vinna í því að prjóna úr mínu garni þessa dagana. Ég hef ekki heldur haft tíma til þess síðustu 2 árin að gera sjálf sem sagt sýnishorn eða svoleiðis. Þannig að ég er að vinna mig svolítið í gegnum það. Svo í öðrum svona litlum poka, þar sem var í heilhveiti spelt, þar er líka hálfkláraður vettlingur sem að ég mun ekki ná að klára. En það er vettlingur sem ég ætlaði að pröfuprjóna fyrir hann á Guðlaugu, sem að er Fuga-vettlingurinn hennar, Fugó-vettlingur. Það eru geggjasæti vettlingur og hún er að gera ógeðslega flotta munsturvettlinga. Þeir eru prjónaðir úr trúmerínógarninu. Á prjónnúmer 2,5 og þó ég kom ekki til með að klára þá í nánstu framtíð, þá mæli ég með að það kíkja allir inn á vefinn hjá mér og tékkja á því að allar uppskriftirnar, vettlinguuppskriftirnar hennar verða í sölu þar þegar þetta myndband er komið í lofti. Kannski farið að verða pínu vandræðalegt en ég ætla að draga upp annað sjal sem að er yfir 2 ára gamalt en það gæti samt verið að ég muni klára það af því að þetta er bara sjal einhvað. Ég er ekki að prjóna eftir nefnu uppskrift, þetta er bara svona eitt og annað sem er að gerast í þessu. Hér er ég með litin Olive og ljósbrúni liturinn hérna er Walnut og Septemberhiminn er ljósblái liturinn. Fjólublái liturinn er bara eitthvað svona flúk, það er eitthvað
Mér minnir að ég hafi yfirlitað hespu sem að tókst ekki nógu vel og að nota hana í þessu. Þetta er bæði MCN sport, þannig að Merino Cashmere nylon sport þykkt af garni og Merino DK garnið frá mér. Aðeins komið meiri áhuga að vinda mér í að klára þetta kannski svona með því að það fer að kólna svo lítið, allavega hérna á Norðurlandinu. Þetta örugglega prjónar númer 5. Yfirleitt prjóna ég á prjóna 4, Merino DK og 3,5, 4 MCN sportgarnið mitt sko. En prjónar 5 gefur svo svona aðeins meira loft, eða þú veist. Þetta verður svona eins og léttara. Ég vildi ekki hafa svona ekki neitt svakalega massíft efni í þessu sjali. Svo ég líka með pínlítið peysuæði. Og ætla að draga hérna upp Airbrine peysuna eftir Isabel Kramer. Veist hún verður að gera flottar peysur, ég má segja það. Ég að prjóna BFL DK garninu mínu á prjóna númer 4. Litnum Miss Earth og það svona jarðarlitur, brún með meiri brúnum í, dekkri brúnum. Turkis, gulum, grænum og bara svona almennum jarðarlitum. Svolítið flott áferðin á prjóninu. Minnir endilega ermarnar séu bara slétt prjón alla leið niður. Eiginlega nokkuð viss það. Spennt fyrir að klára þessa. Hún í poka frá Pierre. Ég mjög hrifin af Pierre og öllu sem þar inni. Og svo síðast, en ekki síst, ég með í poka sem kom frá frænku minni. Elstu móðursystur minni. Ég man ekkert hvað var í honum frá henni, sko. En þetta poki frá einhverjum dönskum hönnuði. En stærðin á honum sko þvílík eða þannig að það mjög auðvelt að hafa peysuverkefni í honum. Og hérna ég með sem sagt soldotna peysuna mína. Og ég var nú búin að eitthvað að þvaðra það á Instagram að mér þætti eitthvað erfitt að vera í stuttum peysum. Vissi ekki alveg hvernig ég ætti að klæða mig við það eða einhvern veginn, ég veit ekki. Og bara því að ég hef ekkert verið í svoleiðis hingað til og ekki síðan ég var 16 þegar ég gekk í magaból og lífæsbuxum upp fyrir nafla. Mér finnst þessi uppskrift geðveik. Munstrið æðislegt og ég mjög ánægð með litavalið. Þetta Varan að Vaga, brúni liturinn og þessi ljósi og þessi sem líka í bolnum Lighthouse. Svo kemur Walk in the Woods í og í munstrinu hér og þessi græni Yesterday. Þetta að prjóna úr Merino DK. Ég býst við því að ég hafa hana síða, sko. Forði mér frá því að vera í stuttri peysu. Ég samt í stuttri peysu akkurat núna. En þetta peysa sem að ég fekk bara gefins í gatgöngunni. Edda hafði prjónað hana og ætlaði ekki að nota hana lengur. Þannig að ég græddi peysu. Þessi peysa reyndar prjónuð úr sama gattgrunni og ég var að taka inn sem heitir Cashmere Silk. Sem blanda af merinoull, cashmereull og silki. 70% merino, 20% silki og 10% cashmere. Fingurinn grófleiki hangir geðveikt vel og bara svona einhvern veginn virkilega klæðileg, verð ég að segja.
sem sagt ekki bara hægt að prjóna sjöl úr svona gatni, líka alveg bara flíkur, þú veist. Anywho, soldátna peysan, ég ekki búin að máta hana, ég massíft stress hún sé kannski of lítil eða eitthvað, veit samt að Merino Diego gatnið eftir að ég gæti teygt það, eða þú veist ekki teygt það heldur, ég gæti blokkað það örlítið stærra ef að ef mér sýndist svo, annars finnst mér fínt að mæla bara og raða peysunni í stærð, teygja hana ekki þegar hún er blaut, það sé. Hugsa ég hafi líka síðar ermar, býst við því, hlakka til þegar þessi verður búinn, vonandi ég sé mér ná gagn. Ekki það ekki erfitt fyrir mig að komast í gagn. Og hið eina klár er ein lítil húfa sem að systir mín prjónaði fyrir mig. Og það er úr annaðhvort Merino DK eða MCN Sport. Ég er eiginlega viss þetta er Merino DK, en liturinn er sem sagt Yesterday. Yesterday liturinn hefur, þetta er gamall, eða ekki beint gamall litur, eða þú veist, einn af þeir sem að kannski kom til snemma, hefur verið að vinna svo lítið á og verða vinsæll. Mér finnst það flottur sko, kemur svona skemmtileg hreyfing í hann. Ljósgrænn, mosagræn litur. Og munstrið er flott líka. Nú man ég ómögulega hvað það heitir, en ég geti kannski reynt að finna það út og setja það fyrir neðan. Þetta var í raun og veru allt sem að heitir verk í vinnslu og klár. Þó ég hef svindlað og er ekki einu sinni með mitt eigið klár. Það sýna þér aðeins nýja liti sem að hefur komið upp úr pottunum undanfarið. Það er helst að nefna þessa tvo sem heita Brot og Þúst. Ég fór með það að gatgönguna. Ég er ekki búin að setja þá í netverslunina út af því að ég er að taka nýjar myndir af gatninu til þess að reyna að komast að því að sýna hinn sanna lit. Það er bara fjandi erfitt sko. Þetta er sem sagt, kemur þetta? Þetta er sem sagt að mestu leyti ljóst gatn. Það er í því smá flekkur af eiginlega bara lit sem heitir Dreymir, sem er svona dökk grænblábrúnn, dökk grængrár, grænblár. Já, svona djúpsjávarlitur. Og speklaður á móti með svona skærgrænum, eða já, svona ekki skærgrænum, heldur svona skýrum grænum eða ekki ljósgrænum, heldur svona vivid grænum og dökkum speklum inn í því. En hespan er sko mestu leyti ljós og svo kemur þetta bláa inn á milli sem kontrast. Og svo er ég með í svipuðum stíl gula hespu sem líka að mestu leyti ljós. Aðeins stærri partur er litaður gulur. Þetta er í raun og veru bara gull í mund fyrir þá sem þekkja. Það er svona gylltur litur og sem feitar síðan út í sem feitar út í dröfn. Sem er í raun og veru grunninn bara speklaði litur, hann speklaði með svörtu, gulbrúnu, bláu og það sést kannski best einmitt akkurat. Þetta minnir mig á að ég á eftir að sýna ykkur eitt verkefni sem að mér finnst vera alveg ótrúlega spennandi. Það er kannski fínt að tala það bara hér af því að það inniheldur smá lita tilraun. Þetta er Stone Crop peysan frá Andreu Mauri. Ég er að gera heilu peysuna, sérst ekki með hneppum eða tölum, og ég er að gera hana úr Hello Sunshine litnum mínum, þessi græni,
og svo úr hespu sem lituð, ég veit hvernig að fara að útskýra þetta, hespu sem lituð í þessum litum, nema hún byrjar á þessum hérna lit og endar í dekksta þessum lit. Munurinn að þessi ekki þannig heldur, mun þessi bara blandast í býta aðeins. Bara svona variegated lit. Sem dæmi svoleiðis væri til dæmis þessi. Svona sérð að rendurnar koma svona inn á milli. Og þessi reyndar svolítið ýktari. Þetta cherry on top. Og þetta litur sem ég man ekki hvað heitir. Eitthvað internally still eða eitthvað svoleiðis, man ekki alveg. En meðan þessi hespa sem ég búin að rúlla upp eins og sér, byrjar á þessum ljósa, feitar svo út inn á ljósgula og endar svo í þessum dökkgula. Það sem ég spennt að sjá hvernig það kemur út að vera með, hún rauninni sjálf vinstrandi hespa, hvernig það kemur út í svona verkefni þar sem að ég að prjóna peysu úr tveimur litum í raun og veru en hann breytist á sjálfur sér á leiðinni niður. Þannig að efst á peysunni þessi hvíti og svo þegar ég komin neðst af því þessar rendur koma alltaf reglulega alla leið niður peysuna. Þannig að þegar ég búin að, þá byrja ég hvíti minn uppi og endi gulum að það niðri. Andrea Mári líka eitt af mínu uppáldi. Sem sagt, tvær nýju hespurnar, tveir nýju litir, brot og þúst verða bráðum komnir inn á vefinn hjá mér sem og möguleikinn á því að kaupa garn í peysumagni. Ef maður ætlaði að beinþýða sweater quantity þá getur maður verið að tala hef ég séð hér þar á internetinu eins og peysuvirði og peysumagn í peysu. Mér finnst peysumagn vera ágætisorð og kemur örugglega til með að nota það pínlítið. En ég ætla að setja á netið hjá mér þannig að þú getur pantað garn í peysu eða stærra verkefni og málið þar að ég lita það allt í einu, skilur mig. Þannig að ef þú þarft 8 hespur þá lita ég 8 hespur í sama baðinu svo að þú fáir garn sem jafnt. Eins og handlita garn getur orðið, skilur mig. Ég ekki viss að þetta verði fastur liður í þáttunum en mig langaði til að taka eina litasamsetningu. Fyrst við erum nú að tala handlitagarn og það fjólblái liturinn Waiting for you og bleiki liturinn Vaka. Fjólblái liturinn semi-solid, handlitagarn getur aldrei verið solid. Þess vegna allir svona heillitaðir bara semi. Það þessi hreyfing sem kemur í. Sem að náttúrulega þeir sem velja að kaupa sér handlitagarn hljóta að kunna meta þessa hreyfingu. Ég geri það allavega. Þessi fjólblái, Waiting for you og þessi bleiki sem einn af þessum upphaflegu sem ég veit ekki, átti í einhverju ástar-hatursambandi við. En eiginlega búin að koma honum í það horf sem ég vill hafa hann í. Af því í dag finnst mér hann vera geggjaður. Hann eiginlega laxableikur. Ég vil helst ekki tala laxableikt, það eins og veggirnir heima hjá mér 1983. En sem sagt, hann samt best að lýsa því þannig að þetta laxableikur litur. Soðinn lax, bleikur litur. Sem poppaður upp með appelsínugulum og túrkisbláum og pínlitlum brúnum. Hvort ég finn það ekki, kannski aðalega hér. Og svona í gegnum tíðina þá hefur mér fundist eiginlega orðið fallegast að léttspekla garnið. Mér finnst að gefa eiginlega besta,
hvað segja, bestu áferðina á sem sagt litin þegar það er búið að prjóna hann upp. Eiginlega gefa heillegustu áferðina eða svoleiðis, eins og þessi hér. Og reyndar líka þetta hérna. Já, þó ég mæli alltaf með því að alls staðar það sem er hægt að prjóna úr, eða þú ert að prjóna verkefni sem er ekki bara einhespa, að prjóna úr tveimur allavega hespum í einu. Og ég var einmitt hugsa að gera kannski myndband það, hvernig maður gerir það. Þó að það eru til svoleiðis á YouTube, þannig að, og þetta er mjög auðveld aðferð og hún kostar ekkert effort, það kemur engin svona, það kemur ekki, þegar að segja, það kemur ekki svona lína neins þar sem að gatnir eru skipt, þetta er bara algjörlega svona seamless og frábært. Mér finnst allir hægt að prófa þetta. Anyhow, með þessu loka ég fyrsta podcast-þættinu frá Vatnsnesjar. Totally minn litur. Bleiki ekki svo mikið, allavega ekki svo mikið andlitið. En þessi. Loka þessum fyrsta þætti. Vona að þú hafir haft gaman að og hafir áhuga á að heyra meira. Þú getur ýtt á áskriftarhnappinn fyrir neðan, gefið mér einn þumal og kannski ef þú vilt fá tölvupóst eða tilkynningu þegar það kemur nýtt að ýta á bjölluna. Bjöllunhnappinn eða íkonið fyrir neðan. Svo bara sjáumst við.